Já, Vigfús Arnar, velkomin heim. Hvernig tilfinningin að vera komin aftur til Íslands? Hún bara mjög góð, svona blenda tilfinningar samt, en það alltaf gott að koma í Breiðholtið, uppeldishverfið og mitt hverfi og spila með Leikni, besta félaginu. Þarna, þú varst út í námi í Svíþjóð, en þú varst líka eitthvað að sparka í bolta þarna, eða ekki? Jú, ég var að spila með liði sem kallast Gröndals, sem þarna bara í Stokkólmi, sem að spila í Firsta Division, sem deildi fyrir neðan Super 1-una, sem þriðja eftir deild í Svíþjóð, og það var mjög fínt. Og varstu þá að spila á miðjunni þar? Já, ég spilaði á miðjunni þar og spilaði alla leiki þar, 4 leiki í deild, skoraði 2 mörk og það gekk þarna vel framan af. Hvernig eru svona gæðin á þessu liði að við berum þetta saman við íslenska boltan? Ætli sé ekki svona svo gott fyrstudeildarlið, eða gæti kannski jafnvel, já kannski svipað á fyrstudeildinni myndi ég segja, eitthvað svipað hérna heima. En þú hefur vantilega svona fylgst með gengi Leiknis í upphafi móts svona í gegnum internetið. Hvernig líst þér svona á liðið? Mér líst bara mjög vel á þetta. Þetta er náttúrulega besta byrjun Leiknis í sögunni í þessari deild og alveg frábært og mjög skemmtilega að koma heim í svona ástandi heldur en ef kannski við værum í hinum endanum eða eitthvað svoleiðis. Og það var bara mikil hvatningur í mig sem leikmann að koma í gott lið og samkeppni og bara mjög gaman. Nú þekkir svona kannski flesta leikmenn liðsins nokkuð vel, en hérna eru líka leikmenn sem að þú hefur ekki spilað með áður. Já, það er rétt. Það eru nokkrir nýja leikmenn sem ekki spilað með áður. Bróðir kærasti minn er að spila hérna, Kjartan Andri, og það er mjög gaman að spila með honum, þannig að familja mætir alla leiki og það verður fjölskyldustemning og sinnum fleiri leikmenn og það er bara alltaf gaman að kynnast nýju leikmennum og jafnframt skemmtilegt að spila með þeim gömlu líka. Fyrsti leikur sem þú tekur kannski þátt í er Stjörnuleikurinn. Býstu við að fá að spila eitthvað þar? Ég bara veit það ekki, sko. Það er bara komið í ljós og maður er alltaf tilbúinn og klár og alveg laus við meiðsli og allt og það er bara undir stein að koma hvort það vilji nota mig. Þetta verður erfitt verkefni. Leikni hefur aldrei tekist að komast í 16 liða úrslit bikarsins og Stjarnan hefur náttúrulega hörkulið. Já, ég meina Leiknir hefur enga tap í þessu leik og þeir eru deilt neðar í Stjarnan en ég sé enga fyrirstöðu því að við getum ekki gert gott mót á gegn þeim og keyra svolítið á það og láta finna fyrir hlutunum og vonandi getum við komið skrefið lengra í bikarkeppni þetta árið. Nákvæmlega. Takk fyrir þetta.